Komið blessuð og sæl. Ég heiti Ása Helga Ragnarsdóttir og þetta Hafdís Guðjónsdóttir og við ætlum að segja ykkur frá rannsókn sem við framkvæmdum árið 2017 á 2 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu með 4 til 5 ára börnum. Fyrirlesturinn okkar heitir Leikur á orðum, unnið með kennsluaðferð leiklistar sem heitir Sérfræðingskápan með ungum börnum og leið vorum við að þróa aðferðina og aðlaga að þessum aldri. Bakgrunnur rannsóknarinnar. Við vorum beðnar að taka okkur þróunarverkefni. Það voru forsvarsmenn verkefnisins Okkar mál sem hefði samband við okkur og verkefni átti að snúast að örva tjáningu hjá elstu börnum í 2 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. En í leikskólanum var mjög hátt hlutfall innflytjenda yfir 85%. Okkar mál svona þróunar- og rannsóknarverkefni sem hefur á stefnuskrá sinni að auka tengsl á milli leik- og grunnskóla. Við tókum að okkur verkefnið. Tilgangur verkefnisins var að nota kennsluaðferðina Sérfræðingskápan með börnum á leikskólaaldri og leið að þróa hana og aðlaga að þessum aldri. Markmiðið var að rýna í ferlið og hvernig við þróum kennsluaðferðina Sérfræðingskápan þannig að hún nýttist börnum á leikskólaaldri. Fræðilegi ramminn í rannsókninni tengdist meðal annars menningarmiðaðir í kennslu, en í fjölmenningarlegu samfélagi mikilvægt að kennarar séu félagslega meðvitaðir og leggja áherslu á virðingu fyrir fjölbreytileikanum. Við rýndum líka í leiklist í kennslu þar sem hún mikið notuð í Sérfræðingskápunni og við kíktum á rannsókn sem heitir Snigl, skapandi nám í gegnum leiklist, en þar bentu niðurstöður til þess að leiklist gæti reynst gagnleg við kennslu barna með íslensku sem annað tungumál. Og í rannsókninni kom fram að í gegnum leik og leiklist virtust börnin þora að tjá sig á íslensku. Við skoðum líka rannsóknir ímyndunarleik, en þar kom fram vísbendingar að ímyndunarleikur geti gegnt mikilvægu hlutverki í málarum barna. Og við leituðum í smíði fræðimanna leitarnám, sem nám og kennsluaðferð þar sem lögð áherslu á hlutverk barna í námsferlinu. Það voru svona hvött til að rýna í námsefnið og spyrja spurninga og deila hugmyndum. Sérfræðingskápan kennsluaðferð innan leiklistar sem gengur út á það að börn taka sér hlutverk sem sérfræðingar og gera það í ímynduðum heimi. Unnið í svona ímynduðum heimi allan tíman. Sérfræðingskápan hugsmíð breska leiklistakennarans Dorothy Heathcote, en markmið hennar var að skapa kennsluaðferð sem gæti gagnast öllum kennurum og veitt þeim tækifæri til að nota kennsluaðferð leiklistar í kennslu þvert á námsgreinar. Og innan sérfræðingskápunar eru 10 kjarnaþættir sem ímyndunar, heimur, skjólstæðingur, rammi, fyrirtæki, skipulagning námsins, verkefni, leiklist og spenna og valdatilfærsla á milli nemenda og kennara og svo í grundun. Allir þessir þættir þurfa að fléttast inn í sérfræðingskápuna. Rannsóknaraðferðin var starfstengd sjálfsrýni, þar sem rannsakandi rýndu í eigið starf. Rannsóknarsniðið í þessari starfstengdu sjálfsrýni var frásagnarrýni. Sýn og reynsla fólksins hefur áhrif á frásagnarrýnina og í okkar tilfelli þá hefur hún áhrif á starf okkar með starfsfólkinu á leikskólanum og vinnu okkar með leikskólabörnunum. Og eins og áður getið þá voru þetta 4 til 5 ára börn sem tóku þátt í rannsókninni á 2 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, 15 börn á hvorum leikskóla. Og svo voru 3 leikskólakennarar eða starfsfólk á hvorum leikskóla og 1 meistaranemi og síðan við 2. Og þá komið öflun gagna. Gagnaöflun fór fram með rannsóknardagbók, með myndböndum og tekin voru viðtöl við leikskólakennarana, bæði fyrir og eftir rannsóknina, með ljósmyndum og síðan var rýnt í verkefni barnanna. Gagnagreiningi fór fram jafnóðum, ígrundum var stöðugt í gangi og rýnt var í frásagnir.
Þá ætla ég að segja ykkur frá niðurstöðum rannsóknarinnar, en í fyrsta lagi að þá þurftum við að byrja á því að setja ramma utan verkefnið, því að hann einn af kjarnaþáttum sérfræðingskápunnar og við settum ramma utan hlutverk barnanna innan spæjaradeildarinnar þannig að þau upplifðu sameiginlega hagsmuni. Börnin eru ung og því nauðsynlegt að hafa skýran ramma fyrir þau til að vinna í. Rammin settur saman af fáum en ákveðnum reglum sem lögð áhersla á að halda. Einn þátturinn innan rammans táknræn athöfn, en hún býr til ramma utan verkefni dagsins og setur skil á milli ímyndarheimsins og raunveruleikans. Allir tímar hófust þá á því að börnin lögðust á grúfu og fóru í hlutverk og það sama gerðu þau í lok tímans. Þriðji þátturinn varðandi skipulagið var að við vorum alltaf að vinna í hlutverki. Í ímyndunarleiknum fóru kennararnir í mörg hlutverk og sett á sig hatta og húfur og önnur auðkenni. Leikendur í gegnum leikin voru margir, hlutverkin voru fleiri heldur en þáttakendur. Þar var til dæmis Siggi Súri, Sleluþjófur, Júlla, Snúlla og Dúlla sem voru aðstoðarmenn Sigga Súra. Þar var Lási Lögga, lögreglufóringinn, og svo Lóa, lögreglukona. Ása, Signý og Helga voru aðstoðarmenn Lása Löggu. Kolla Kústur var móðir tvíburanna Sigga Súra og Lása Löggu og svo ein af aðaleikendunum, það var Birna bankastjóri. Vinnubrögðin í verkefninu byggðust á ímyndunarleik, leiklist og leikjum. Ímyndunarleikurinn á sér stað hjá börnum þegar þau framkvæma ímyndað atferli. Þau fara í hlutverk og þau þykjast. Þetta eitthvað sem að flest okkar þekkja munum jafnvel eftir frá því að við vorum lítil börn. Og með því að fara í hlutverk læra börnin að tengja saman atburði, þau æfa og læra ýmis atferli og þannig stuðlar ímyndunarleikurinn að bættum þroska barnanna. Við nýttum okkur kennslu aðferð leiklista sem ber nafnið kyrrmynd. Það eru engin orð notuð, aðeins líkami barnanna og tjáning. Börnunum var skipt í hópa og í sameiningu bjuggu þau til fjall úr líkama sínum. Þau sýndu síðan hinum börnunum sína fjallaútgáfu. Leikir koma á góðu gagni þegar unnið var börnunum. Börn eru alltaf tilbúin til þess að fara í leiki og þegar var farið í leikin til dæmis fíll, asni og pálmatré var verið að vinna með orðaforða en að börnunum til dæmis þessi orð, fíll, asni og pálmatré. Ég ætla aðeins að segja ykkur nánar frá ímyndunarleiknum vegna þess að hann spilar svo stórt hlutverk í öllu verkefninu. Það má eiginlega segja að við erum alltaf þar. Allt leikferlið var táknræn athöfn, notuð til að koma börnunum í og úr hlutverki og til þess að skerpa skil á milli ímyndunarheims og raunveruleikans. Við unnum síðan með orð og hugtök í gegnum ímyndunarleikin, oftast með kennsluaðferðum leiklistarinnar. Leikurinn, ef ég segi ykkur aðeins svona frá leiknum sem að náði yfir allt þetta tímabil sem var í 2 mánuði og við byrjuðum í fyrsta tíma í þeim leik og við enduðum hann í síðustu tíma, en hann byrjar á því að börnin hitta mann að nafni Siggi sem þykist vera lögreglufóringi. Hann platar börnin til að ræna með sér banka, auðvitað í þykjustunni, í ímyndunarleiknum. Leikurinn gengur síðan út á að ná þessum bófa aftur og öllu góssinu sem hann rændi. Þetta gera börnin í hlutverki sem spæjarasérfræðingar og með hjálp Lása Löggu tvíburabróður Sigga Súra. Þetta varð að æsispennandi leik. Börnin leystu alls konar þrautir, þau fengu ýmis konar vísbendingar til að komast að því hvar Siggi Súri héldi sig. Og allar þessar vísbendingar höfðu með nám að gera. Þær snerust alltaf það að þau væru að læra orð, þau væru að læra hugtök, en líka að þau væru að læra framkomu, þau væru að læra að taka tillit til hvers annars og sína samkennd og vináttu. Í leiknum að þá voru börnin spæjarar, það var þeirra hlutverk.
og leikurinn hélt áfram með því að Siggi súri, hann felur sig upp á fjalli og leið og hann að því og við erum að vinna með það, þá þurfa börnin að læra allt fjöll áður en þau geta fundið út hvar hann sem sagt upp á hvaða fjalli. Spæjararnir sem sagt börnin rekja slóðina hans. Það var ekkert erfitt, þar sem að Siggi súri Pepsi Maxisti og þau þurfa því að fara að reka sig eftir töppum á slóðans og við, kennararnir, við skildum eftir tappa út allt og þau voru alltaf að rekja slóðina. Stundum rugluðust þau vegna þess að við vorum ekki einar að skilja eftir Pepsi Max tappa hér og þar. En að lokum þá handtaka börnin Sigga súra og þá hefst umræðan það hvað ég að gera við það. Lífleg umræða skapaðist í tímanum hjá okkur og börnin komu með margar uppástungur, allt frá því að varpa honum í fangelsi og í að drepa hann bara. Að lokum tók siðfræðin þó völdin og börnin fóru að kenna Sigga súra lífsreglurnar og hann hlustaði og hann ákvað að snúa frá villu síns vegar. Auðvitað voru öll hlutverkin leikin af kennurum sem komu með krefjandi spurninga til þess að leiða þau aðeins áfram í það að sýna samkennd. Ef við draugum aðeins saman það sem að við lærðum af þessari rannsókn, að það má segja sérfræðingskápan hún byggir á leik og leiklist. Og í þessu verkefni í sérfræðingskápunni var unnið með tungumálið. Niðurstaðan okkar að kennslaðferðir leiklistar henta vel með leikskólabörnin. Börnin áttu auðvelt með að taka þátt í ímyndaleikjum, setja sig í hlutverk og halda sér í því og fara í hlutverk og fara úr hlutverki á ákveðin hátt. Og þess vegna segjum við, leiklist hentar börnum á leikskólaaldri, ímyndunaleikurinn hentar börnum á leikskólaaldri. Þetta stýrð kennsluaðferð og kennarinn, hann heldur utan stjórnina allan tíman, þannig hann alltaf að vinna með börnunum. Þetta ekki frjálsleikur, þetta stýrður leikur. En niðurstöðurnar segja okkur að það var mikil gleði og spenna allan tíman sem við unnum að þessu verkefni. Og það fundum við þegar við fórum að endurtaka það með því að skoða myndböndin. Það var ótrúlega mikil gleði sem að það var þar. Verkefni tók 2 mánuði. Í hverjum tíma þá vorum við að vinna með börnunum í heila klukkustund og allan tíman, semst í heila klukkustund, hélst áhugi nemenda eða barnana, athygli, gleði og spenna. Og höfum í huga að þetta voru 4 og 5 ára börn og það var hægt að halda athygli þeirra allan þennan tíma. Hegðunarerfiðleikar sáust ekki. Það sáust ekki og þegar við skoðum þetta aftur og fórum að skoða bara út frá því að það var ótrúlegt að horfa á myndböndin og sjá hvernig börnin voru tilbúin til að leika með okkur allan tíman. Það ekki annað hægt en að mæla með spæjarakápunum með börnunum. En það vakna líka spurningar. Spæjarakápan sem kennsluaðferð krefjandi fyrir kennaran. Hann allan tíman í alls konar hlutverkum. Hann þarf að fara úr einu hlutverki í annað og það má eiginlega segja það að eftir heilan tíma að halda börnunum gangandi að þá kennarinn alveg búinn. Hann hefur haldið á svo mörgum boltjum í einu og hann verður að gefa sig allan í þetta að hann þarf hvíld eftir svona kennslustund. Fyrir okkur var þetta auðvelt, við bara yfirgáfum staðinn, settumst á kaffihús eða út í bíl og spjölluðum saman hvað það væri skemmtilegt. En leikskólakennarnir, þeir þurfa að ljúka deginu með börnunum. Og þess vegna þarf að reyna að finna hvernig getum við haldið áfram með kennsluaðferð sem hentar svona vel en líka svona krefjandi fyrir kennara. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur.